Hér ég komin að bás hjá Verinu, Vísindagörðum og Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Hvað ert þú að sýna hér? Já, við erum í raun að sýna fólki hvaða tækifæri liggja í loftinu í framtíðinni, bara í tæknimálum og öðru slíku. Við náttúrulega erum að kynna hérna FabLabið okkar sem við rekum við á Króknum og reyndar á 3 öðrum stöðum á landinu í Vestmannaeyjum, Ísafirði og í Reykjavík. Og við erum svona aðeins að sýna fólki bara hvaða tækifæri liggja hérna og vonandi verður þetta til þess að á næstu atvinnulífsýningu verði hérna fullt af nýjum fyrirtækjum sem er að horfa á þessa tækni sem við erum að kynna fyrir fólki. Hvaða tækni ertu að kynna? Já, við erum til dæmis að kynna þrívíddarprentun eða sýna þrívíddarprentun. Við erum búin að vera með þrívíddarprentar í gangi hérna alla sýninguna sem við verið að prenta út alls kyns skemmtilega og flotta hluti. Og svo höfum við verið að sýna líka inn í heim rafeindatækninnar og þá sérstaklega kannski Arduino sem er svona litlar og mjög auðveldar rafrásir sem hægt er að forrita og nota til að stýra umhverfinu sínu. Við verum með rás segðu mér aðeins meira þetta. Já, við til dæmis vorum með rás hérna í gangi sem að reyndar er stopp, bilað eitthvað og ég hef ekki haft tíma reynilega til þess að laga hana en þessi rás er með GSM-korti og við buðum fólki upp á að senda SMS í tölvuna og breyta litum á ljósaserju sem vorum með hérna á svæðinu. Og þannig að þú sendir inn reynilega bara skilaboðin blár eða rauður eða grænn og ljósaserjan tekur þau skilaboð. En svona praktískt, ef maður vil fara í eitthvað annað en ljósaserju, hvað getur maður gert með þessu? Já, til dæmis getur notað þetta til að stýra bílskúrsopnarnum þínum eða heitapottinum eða jafnvel bara lýsingunni í planinu heima hjá þér eða annars slíkt og getur verið með kerfi sem að gera það að verkum að þegar þú kemur heim til þín að þá kvikna á útilýsingunni hjá þér, bara þegar þinn bíl kemur eða ef allir koma eða eitthvað þá áttina. En þarf ég ekki að vera alveg séni í svona rafeindamálum til að geta gert þetta? Nei, langt í fram. Þannig að ég á von. Þú átt von, já. Ég held að ég geti kent 6 ára krakka á þetta eins líka 70 einstakling. Þetta er mjög einfaldur búnaður og það er einmitt það sem er mikill kostur við þetta. Hvað þetta er ofsalega einfalt og þægilegt í notkun og getur opnað heim einmitt þessara tækniþróunar fyrir næstu hverju sem er. Hérna er ég með GPS-tæki líka. Það lítur nú ekki svona út í búðum, samt? Nei, enda ef þú kaupir GPS-tæki út í búða þá getur ekkert gert við það neitt meira. Í þessu hérna GPS-tæki þá getur látið að bregðast við því sem er í kringum það. Þannig að ég get sett upp GPS-punta eða teiknað GPS-línu á kort og látið þessa tölvu bregðast við því. Þannig að ég get látið henni að stýra til dæmis ómönnuðu farartæki eða eins og við erum að vonast til að geta gert, stýra búfénaði, sauðfé og kúm. Með þessu litla tæki? Já, vonandi verður það ennþá minna reyndar. Við erum vonast til að við getum haft það þannig að það verði alveg pínu lítið þannig að verður þetta setjað bara með örmerki í eyra eða eitthvað þá átina. Og segðu mér meira þetta er spennandi. Þá er hugsunin svo að það verði lítil hljóðgjafi í tækinum sem að gefur hljóðmerki frá sér þegar að dýrið nálgast girðingu sem er teiknuð inn á kort. Og vonandi, við erum ekki alveg búin að sanna það ennþá, við þurfum að komast að það núna í sumar. Vonandi verður það þannig að við getum búið til hljóðmerki sem að fælir skepnuna frá þessari sýndarlínu sem við erum búin að teikna. Þannig að girðingavinna verður úr sögunni? Nákvæmlega, öll girðingavinna verður úr sögunni og eins líka náttúrulega beitarstýring og annað slíkt, þetta auðveldar bændum lífi mikið með það. Líka náttúrulega ef það er von á vondum veðrum að þá geta bændur kallað sauðfé niður úr fjöllinu, niður fyrir 300 metra, bara rétt á meðan veðrið gengur yfir og svo hleyptum upp aftur. Þeir geta smalað úr fjallinu, fyrst einlemdu ánum og svo þessum tvílemdu sem báru fyrst og svo lokum restin af fénu. Þurfum ekki endilega verið að sækja allt féð, heldur bara það sem maður vilja kalla fjalli. Þetta er einhvern veginn svo einlega geimvísindi. Er þetta raunhæft? Er hægt að gera þetta? Og þetta er náttúrulega rosalega stórt ef að skepnan bregst við eins og við viljum hún bregðist við, að þá getum við leyst tæknihlutann. Þannig að hverjir eru þið? Er það þá Nýsköpunarmiðstöð? Það er Nýsköpunarmiðstöð með tengli EHF hérna á Sauðárkróki sem er að skoða þetta verkefni. Og er þetta eitt af svona frumkvöðlaverkefnum sem er í gangi þá? Já, þetta er eitt af þessum verkefnum sem getur orðið mjög stór í atvinnulífinu hér í framtíðinni. Bara að halda utan svona kerfi. Vildi að lokum sýna mér þennan þrívíddarprentara, nú þykjast allir vita hvað það er, en kannski ekki allir? Nei, það er alveg örugt að vita ekki allir hvað þetta er, en það eru margir sem eru mjög hissað þegar þeir sjá þetta og sumir jafnvel trúi þess ekki þó þeir horfa á þetta. En þetta er þrívíddarprentari sem vinnur með ABS-plast og hann byggir hlutin upp þannig að hann sker í rauninni þrívíða mynd niður í lítil lög
og leggur hvert lag fyrir sig, byggir hann í rauninni upp frá grunni. Hann dregur inn til sín plast og sprautar því út. Þessi aðferð notuð mikið í plasti, því sem er kallað hitadeigu plasti sem er hægt að hita og móta aftur, og svo náttúrulega súkkulaði og marsipani. Það hljómar mjög spennandi. Það hljómar mjög girnilegt allavega. Ég var að segja við einhvern áðan að það væri mjög smart að vera með fermingatertu með súkkulaði Eiffel-turninum og toppnum eða eitthvað þá áttina. En svo náttúrulega eru þrívíddarprenturinn að vaxa alveg óbóðslega og við erum að sjá alls kyns hluti prentað í þrívídd. Geðvikustu dæmin kannski eru hjá NASA, þar sem þeir ætla að senda þrívíddarprentar út í geim, og í stað þess að vera að smíða grindur undir sólarpanel og annað slíkt hér á jörðunni, þá ætla hreinlega bara þrívíddarprentað út í geimnum. Eins líka, ég veit að einhverjir hafa verið að horfa á Grey's Anatomy þar sem þeir komið þrívíddarprentað líffæri og voru að græða í mann. Þessi tækni, ég spái því að innan 10 ára þá verður þetta raunverulegt. Það verður hægt að prenta þrívíddarprenturum líffæri í fólk, og ekki bara úr einhverju hráefni sem maður kaupir út í kjötbúð, heldur verður að prentað úr þínu eigin DNA. Þannig að líkaminn tekur við og sættir sig alveg við það strax frá byrjun. Það yrði náttúrulega algjör bylting. Það verður algjör bylting og náttúrulega vekur fullt af siðferðisspurningum, en við látum bara tímann eiga við þær. Er það rétt að Kínverjar séu farnir að prenta út heilu einbýlishúsi? Já, þetta er alveg hárrétt og ekki bara þeir, ég sé þetta margoft gerast. Það eru fleiri en þeir sem hafa gert þetta. Það er í rauninni óendanlegir möguleikar í þessum efnum.